ætla að skipta þessari umræðu í 3 parta. Fyrst að tala hreyfingu og áhrif á heilsu almennt eða ýmis heilsufarsvandamál, ekki önnur en krabbamein. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessu fyrirbæri sem heitir við köllum hreyfiseðla á íslensku eða ávísun á hreyfingu. Og svo í þriðja að tala aðeins það sem stöðu þekkingar, getum við sagt, varðandi hreyfingu og krabbamein. En ég get sagt strax í byrjun og það er mjög margt ennþá óljóst þar. Ég held að því að við höfum nógan tíma í sjálfu sér fyrir þetta, þannig að ég held að sé langbest að þið bara, ef þið viljið spurja svona jafnóðum, þá væri það bara lang einfaldast og við getum haft þetta sem svona í aðra röndina hálfgerða samræðu. Þannig að verður ófeimið við að spurja ef þið njótið eitthvað eða viljið fá nánari skýringu. Ég hef stundum sýnt þessa mynd hérna af trjám og í þessu samhengi hreyfingu almennt og heilsu og er þeirra skoðunar að við í heilbrigðiskerfinu við sjáum ekki alltaf skóginn fyrir trjánum og það eigi sannarlega við hreyfingu og áhrif hreyfingar á heilsu. Fljótum við kannski svolítið sofandi, ekki kannski feigðarósi beinlínis en látum hlutin að gerast líða án þess að grípa inn í. Þessi mynd hér sem er kannski svolítið lítil en er svona, já, mannskepnan hefur þróast eins og við vitum frá apa og þessi mynd á svona að lýsa hvernig hann verður aftur hálfpartinn í keng fyrir fram á tölvuna eða lappar keikum í sína kókdós og sína ístru. Þetta er sem sagt þróunin sem að maðurinn sem dýrategund er að vissu leyti í og við horfum upp á sem sagt hreyfingarleysi og ofát og er kannski þá í vissum skilningi þróun aftur á bak. Og öll vitum við það að ef við horfum á upphafið það er manninum eðlislegt að hreyfa sig. Ég held að þetta engum í huga að halda öðru fram. Þessari dýrategundur er eðlislegt að hreyfa sig. Þýðing hreyfingarnar fyrir heilsuna hins vegar fóru menn að rannsaka á þessum tíma þessi náungi hérna sem að hét Morris hann var skoskur og gerði rannsóknir á breskum starfsmönnum, opinberum starfsmönnum, annars verið hjá Strætó og hins verið hjá Póstinum. Og hann skoðaði sem sagt áhrif þess á heilsuna, hvort að menn voru að hreyfa sig í vinnunni eða ekki. Það sé þeir sem unnu hjá Strætó, annars verið keyrðu bílana og hins verið þeir sem voru á einhverju miðavakt væntanlega og hlaupu upp og niður stígan í tvöföldum Strætó eða tvílyftum Strætóm eins og tíðkast í Bretlandi. Og hins vegar þeir sem unnu á Póstinum og sátu og flokkuðu eða báru út póstinn. Og hann var nú faraldsfræðingur þessi maður og hérna eins og þið kannski vitið þá þarf að skoða ýmsa aðra þætti. Það getur verið að þeir sem voru hreyfingarlausir þeir höfðu einhverja aðra þætti, heilsufarsþætti, áhættuþætti, en þegar var búið að leiðrétta fyrir þessu eins og gert í faraldsfræðilegum rannsóknum, þá kom í ljós að þeir sem hreyfðu sig í vinnunni, þeir fengu síður hjartaáföll. Og þetta er 50-60 ár síðan þetta var gert, þannig að þetta er ekki ný þekking í sjálfu sér. Og það hafa komið ýmsar stórar rannsóknir í kjölfarið þessu og safnast upp þekking varðandi hreyfingu og heilsu. Í fyrsta lagi það sem kemur að fyrirbyggjandi áhrifum hreyfingar
sjáum við að ég að telja hérna upp mjög stóra sjúkdómaflokka eins og fullorðin sykursýki, þunglyndi og kvíða, háan blóðþrýsting, hjartasjúkdóma, kransæðasjúkdóma þá aðalega, offitu, stoðkerfisvandamál í ýmsum toga, beinþynningu, heilabilun og svo setjum krabbamein með spurningamerki að það neðst, komum að því á eftir. Þannig að sjáum að lista, þetta eru það sem við kallum stóru sjúkdómana í okkar samfélagi, okkar vestræna samfélagi, sem ég kalla sem lýðsjúkdómana, að hreyfing hefur semst fyrirbyggjandi áhrif. Það er fullt af gögnum sem styðja það. Það sem verður þá, næsta spurning er þá, hefur hreyfingin líka áhrif sem meðferð, þar sé að þú ert komið með sjúkdóminn. Og það er þá sérstaklega áhugavert fyrir okkur sem vinnum í heilbrigðiskerfinu því að hinn parturinn, það er að segja sem fyrirbyggjandi, það lítur ju fyrst og fremst að lýðheilsunni þá, skiljið að þeir sem að ætti að vera að hugsa um lýðheilsuna, landlæknisembættið og framvegis, kannski opinbera aðilar sem að skipuleggja göngustíga og hvað það allt er, sko, og kannski kemur ekki beinlínis heilbrigðiskerfinu við. En þetta er hins vegar áleiti fyrir okkur og þarna kemur að trjánum sem ég sýndi ykkur í byrjun. Það hefur sem sagt sýnt sig á þessum gögnum sem hafa safnast upp á undanförnum árum að hreyfingin hún virkar sem meðferð. Ekki kannski staðinn fyrir lyf endilega eða aðra meðferð, en í það minnsta sem hluta af henni. Það eru til að mynda til mjög góða rannsóknir í sykursýki 2 sem að reynda að sýna það að hreyfing getur komið í staðinn fyrir lyf í byrjun sjúkdómsins. Eða með öðrum orðum, ef sjúkdóminn er vægur. Það er til ágætar rannsóknir á þunglyndi og kvíða sem að sýna að hreyfingin er jafn virk og lyf. Þá erum við líka að tala um tiltölulega vægari form af sjúkdómum, ekki alvarlega sjúkdóma. Það er alveg ljóst að ef það er fólk með háan blóðþrýsting að þá lækkar blóðþrýstingunum við reglulega hreyfingu, en það ber að undirstrika það því að fólk kannski fær of mikla væntingar stundum að ef við rannsökum til að mynda 100 manna hóp og hann fer að hreyfa sig, þá náum við að meðaltali einhverjum árangri, sumir ná meira árangri og aðrir minni, þannig að maður þarf alltaf að hafa það í huga að jáfnvel þó að meðaltali sé eitthvað, þá geta sumir ná minni árangri en aðrir meiri. Hjartasjúkdómar, það hefur reynda verið stunda hér á Íslandi minnst í 30 ár held ég, endurhæfing eftir kransæðaáföll, og það er engum í hug í dag held ég að við hafa ekki þá meðferð. Offitan, það er auðvitað, eins og við vitið segir sér sjálft að hreyfingin skiptir mjög miklu máli jafnvel þó að fæðan skiptir sem það meira máli, með meira vægi. Alls konar stoðkerfisvandamál, þar er hreyfingin algjört grundvallaratriði. Langvinn lúnateppa hefur mjög mikil áhrif á sérstaklega líðan sjúklingana og eins og við sjáum að því ég nefndi sérstaklega líðan sjúklingana, eins og við sjáum þessi sjúkdómar sem ég er að telja upp hérna, þetta eru mjög mikið króníski sjúkdómar og við erum ekki að lækna þá, en við getum bætt líðan og bætt horfur. Beinþynning, mjög skýr þarna áhrif hreyfingar þar, og aftur setjum krabbamein sem spurningamerki, en það ætla ég að koma að því seinna. Ég get ekki stillt mér að í þessu samhengi að sýna ykkur nokkrar svona myndir. Þetta eru stóri rannsókn frá 1996, þetta er ekki alveg nýtt sem sagt. Bara til að undirstrika við ykkur, var nokkuð prikkana, það skiptir ekki máli.
Þetta stór rannsókn, það sem að eru 30.000 manns og þeim í byrjun mæld það sem heitir þol, eða ensku fitness og hópnum skipt meðal annars í flokka eftir hvort það hefur lítið þol, meðalega gott þol. Og nú vitum við öll að reykingar eru mikill skaðvaldur og þessum 30.000 einstaklingum þeim var fylgt eftir í 8 eða 10 ári, menn ekki hvort var, og svo bara taldi þessum dóum og skoðað hvaða þættir spiluðu inn í líkurnar á því að döðsvöldum. Það sýnir sig þá að varðandi reykingarnar, og þetta er þá fyrir karla, að til að mynda sá sem að reykir en er í góðu þoli, þannig hérna, þessi rauði, hann er minni líkur að deyja á þessum 10 árum heldur en þá sem að reykir ekki en er litlu þoli. Sjáðu því. Sem undirstrikar, öll erum við meðvituð skaðsemi reykinga, það er enginn sem er í vafa það. En hreyfingarleysið, sem sagt, hreyfingarleysið, það er hérna, nú er þetta bara einn þáttur móti öðrum, það er bara reykingar á móti hreyfingarleysi. Við sjáum hvað hreyfingarleysið er sterkur þáttur þarna. Ef við tökum háan blóðþrýsting, það vita það líka allir að hár blóðþrýstingur er skaðvaldur, heilsufarslegur. Ef við tökum aftur bara sömu súlu, það er gott þol en hár blóðþrýstingur, það eru færri sem segja þar heldur en það sem er blóðþrýstingurinn eðlilegur en lítið þol. Aftur sama mynd. Kólesteról líka mikið umtalað sem heilsufarslegur skaðvaldur. Það er aftur sama munstur hérna að sjá því. Það áttu góðu þoli en hátt kólesteról, þá deyður síður heldur en það er lítið þol en lágt kólesteról. Og þið sjáu þessar hérna súlur eru nokkurn veginn jafnar þannig séð, þannig að ef þú ert með gott þol þá skiptir engu máli hvað þú ert með kólesteról. Er þið með? Varðandi konurnar, þær voru reyndar færri í þessari rannsókn heldur en karlarnir. Það er sama svipuð tilhneiging, það er gott þol en reykir, það er reyndar þessi hérna er aðeins minni en eftir sem að þolið vext þá eru reykingarnar minna vægi. Hugsanlega munst eitthvað öðruvísi á konum, til dæmis hérna í blóðþrýstingum, og þá fáum við allt öðruvísi kurvu hérna, en allan að svo sem er með háan blóðþrýsting en í góðu formi, hún er miklu minni líkum til deg heldur sem er lítið þol en eðlilegan blóðþrýsting. Hérna eins með kólesterólið. Það sem við vitum líka af þeim rannsóknum sem eru gerðar, það skiptir mestu máli að fara úr engri hreyfingu, heilsufarslega sem sagt, fara úr engri hreyfingu í einhverja hreyfingu. Það skiptir mjög litlu máli heilsufarslega að segja að fara úr þessu hérna hreyfingamunstri, til dæmis ég að fara að hlaupa maraþon eins og þetta fólk er að gera. Það er langmesti ávinningur að fara úr engri eða mjög litlu hreyfingu í einhverju hreyfingu. Þannig er maður mest ávinningi og það er það sem er jákvætt. Það er það sem ætti að vera hvetjandi. Maður þarf ekki að fara að hlaupa maraþon til að ná árangri fyrir heilsufarið. Það er til talsvert af svona úttektum á því hvað hinn vestræni nútímamaður er að hreyfa sig. Og sjá hérna, þetta er svona kaka, þessi fjólubláa. Þetta er nú hérna frá WHO eða alþjóða heilbrigðismálastofnuninni fyrir Evrópu, minnir mig. Þessi hérna kaka, það eru Vesturlandabúar sem hreyfa sig það sem kallaði skilgreint sem fullnægjandi. Stærsta kakan er algjörlega ófullnægjandi. Hérna er svona einhver hreyfing og bara engin hreyfing. Þannig að það
þið sjá að kakan það sem er fullnægjandi hreyfing er tiltölulega lítil. Hvað er fullnægjandi hreyfing? Hvað haldið þið? Já, það er talað svona 2,5 tíma á viku. Það er hálftími þá 5 daga vikunar. Í röskri hreyfing það sem að hreyfing sem jafnast á við röska göngu. Maður getur alltaf endalaust deilt það hvort að það er skilgreining sem er einhver gullstandard en það hefur verið viðmið þessu mjög lengi og þessar tölur eru fengnar út frá því. Þannig að það er mjög stór hluti af Vesturlandabúum en hefur sér ekki neitt eða ófullnægjandi. Og ég held sko að við almennt gerum okkur ekki grein fyrir því, ekki eins og held ég við sem vinnum í heilbrigðiskerfinu, fyrir því hvað hreyfingarleysi er stór átþáttur. Já, það er mjög góð spurning sko. Verður þetta að vera eins og til rösk gangi hálftíma og ekkert annað telur? Og svarið er líklega að það þarf ekki endilega að vera rösk ganga stanslust. Og menn hafa notað til dæmis skrefmæla til þess að leggja mat á þetta, því að fólk hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum sem hleypur fram og tilbaka ganginn allan daginn, hann hreyfir sig mjög mikið og í ýmsar aðstæður í vinnunni sem að kalla mikla hreyfingu, svo hreyfing telur í þessu. Það getur svolítið erfitt að mæla hana, ef ég er á einni vakt sem hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum, hvað allir sér hefur mikið, það er hægt að mæla það með skrefmæli og hægt að þá að setja það í samhengi við hálftíma göngu, röskagöngu. Það er hægt að setja það þannig, þannig að svo hreyfing skiptir máli. Jú. Já. Akkurat, það var svolítið áhugaverður þáttur einmitt hreyfingu. Ég sá reyndar ekki allan en ég sá part af honum og þess vegna er ég kannski undirstrikað þetta að þessi sýn á hreyfinguna, hvað er fullnægjandi hreyfing, er kannski ekki alveg, við höfum það kannski ekki alveg handfast nákvæmlega. Aðalatriði við gerum einhver grein fyrir því að fara úr engri eða lítilli hreyfingu upp í einhverjar hreyfingu sem reglulega, hún hefur mikla bót á heilsufarið. Nákvæmlega hvar svo hreyfing liggur og hvort hún þarf að vera hálftíma gönguferð eða sundferð eða það að vinna sem hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum eða eitthvað annað sem hreyfir mikið, það er kannski ekki alveg, við höfum það kannski ekki alveg fast í hendi. Þegar við nú erum við að tala um hreyfingu sem fyrirbyggjandi, en þegar við ætlum að beita henni sem meðferð, þá þurfum við að finna út einhvers konar skammtastærð. Þá verðum við að reyna að stýra því sko. Já, þannig að ég hafði þennan hver sem var að fara að gjósa, af því að ég er þeirra skoðun að við höfum safnað gríðarlegri þekkingu á þess að nota hana á síðustu árum, varðandi hreyfingu sérstaklega sem meðferðarform. Það hefur lengi almenningu veita að það er hollt að hreyfa sig og það hefur verið gerðið alls konar ráðstafanir í lýðheilsunni til að hafa áhrif á það. Ég held að þessi hver eigi eftir að springa út svolítið, vonandi sem fyrst, og þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessu fyrirbæri sem við köllum hreyfiseðil. Ég skal ekki vera mjög langorður það, því að svo ætlum við að tala það sem þið hafa kannski mestan áhuga á. En þetta er samt hluti af því vegna þess að ef maður ætlar að meðhöndla einhvern sjúkdóm, einhvern kvilla með hreyfingu, þá dugur ekkert að segja nú ráðum við ekki að fara út að hreyfa þig eða fara að hreyfa þig. Það dugur ekkert, það verður að koma meiri rammyndan það. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því en það að ráðleggja fólki, okkur sem erum í heilbrigðiskerfinu, ráðleggja fólki að breyta lífsstíl eins og það var að hreyfa sig eða hætta að reykja eða hætta að drekka eða eitthvað. Ráðleggingin ein og sér hefur ekki nægilegt vægi.
þarf að koma meira til og þess vegna þessi hreyfiseðill komin til þess að taka þetta upp úr því að vera bara einfalt ráð upp í að vera bara alveg meðferð. Þetta fyrirbæri sem að ég kynntist fyrst því ég var að ljúka mínum framhaldsnámi í Svíþjóð fyrir nokkuð mörgum árum síðan, rúmlega 20 árum. Þá var þetta að koma svona slíta þessum barskóm þar og ekki bara í Svíþjóð heldur í Skandinavíu og hefur þróast þar sérstaklega síðustu á þessari öld hefur þetta sprungið út í Svíþjóð. Við ákvaðum að gera tilraun í Garðabænum þar sem ég vinn þarna á þessum árum 2006 og 2007. Það dó reyndar drottni sínum þetta verkefni en við tókum aftur upp þráðinn hérna haustið 2011 og þá með stuðningi velferðarráðuneytisins og með sérstakann starfsmann í þessu verkefni á haustum 2011. Tókum fyrirmyndin frá Svíþjóð, það er kona sem er íslensk sem býr í Svíþjóð og er lífeyrisfræðingur, hefur stundar rannsóknir á þessu sviði, hún hefur verið okkur til innan handar og eins og við sáum á listanum áðan yfir sjúkdómana þá eru mjög margir sjúkdómar þar sem hreyfing ætti að vera hluta af meðferðinni. Þannig að læknar sem vísa á hreyfingu sem meðferð, þeir sjúklingar þeir hitta sjúkraþjálfara sem er tengdur þessu verkefni, hann hittir sjúklingar einu sinni, ég var kannski mjög á næstu glæð, ég man það ekki alveg, nei, og leggur upp hvernig hreyfingin, hreyfinguna, hvers konar hreyfingu, hversu oft, hversu mikla ákefð sem er það mælt með púlsinum og hversu lengi. Og þessi ágæti sjúkraþjálfari sem vinnur með okkur, hann er ekki að finna þetta upp eða spila þetta eitthvað eftir eyranu. Það hafi verið safnað saman gögnum sem sagt skammtinn á hreyfingunni fyrir hvern og einn sjúkdóm og hversu langan tíma meðferðin þarf að vera og svo framvegis. Og Svíarnir hafa gert sænskir aðilar sem hafa drifið þetta áfram og gefið út handbækur sem að við notumst við og sjúkraþjálfarinn bara fer í þessi handbók og segir þetta er sem sagt tímalengdin, fjöldi skipta, ákefðin og svo framvegis. En sjúkraþjálfarinn hringi svo að viðkomandi einu sinni í viku til að fylgja eftir, einu sinni í viku, alltaf einu sinni í viku þá hringi sjúkraþjálfarinn til að tekka á að hvernig gengur. Þannig að það er aðhaldtrixið þessu, það er aðhaldið. Þessu verkefni lýkur í haust nema við fáum áframhaldandi peninga aftur komin ljós. Hreyfingin er mjög mismunandi, langflestir sem eru hjá okkur eru þetta fólk sem er í mjög lítilli hreyfingu fyrir og er að fara úr lítilli hreyfingu í einhverja hreyfingu, eða jafnvel engri hreyfingu í einhverja hreyfingu og langflestir eru að ganga. Þeir eru bara að ganga sem eigin forsendum yfirleitt, sumir í sundi og aðrir það reyndar ímyndilegt. Það er bara sjúkraþjálfarinn og viðkomandi sem komið sér saman hvers konar hreyfing á við, en sjúkraþjálfarinn hann ákveður tímalengdina, hversu mikla ákefð það sé að púlsinn, hversu hátt er hann og svo framvegis. Þannig að dansin er fínn líka. Þetta er að frumkvæði, þetta verkefni hérna, þetta er dæmigerð svona grasrótarmál, þar sem að þessu koma sem sagt ég ásamt tveimur sjúkraþjálfurum sem höfum bara haft áhuga á þessu máli og komið þessu á koppinn. Og svo henni Ingibjörgu sem er í Svíþjóð. Já, þá ætla ég að ég búin að segja ykkur eins og þessu, þá ætla ég aðeins að í síðasta kaflanum hérna tala hreyfingu krabbamein. 1989 þá birtust fyrstu greinarnar hreyfingu sem hluta meðferð krabbameini. Ekki lengra síðan, það voru bandarískir hjúkrunarfræðingar með minni frá Ohio sem gerðu rannsókn á konum með brjóstakrabbamein og þær voru fyrst og fremst að þeirra rannsóknarspurning snerist fyrst og fremst það hvort að var þetta að hafa áhrif á líðan þessara kvenna og
þeir ásamt mörgum eftir það hafa sýnt það að hreyfing sem hluti af meðferð krabbameini bætir sem líðan sem er mælt sem lífsgæða kvörðum hefur áhrif á ýmsa aðra þætti eins og sem að fylgja þreytu, ógleði og ýmsa slíka þætti sem fylgja krabbameinsmeðferð. Þannig að þetta hefur verið þekkt í yfir 20 ár, bráðum 25 ár, áhrif sem hreyfingar á þessa þætti og ég held að sé ekki mikil skipta skoðun þetta, að þetta er staðreynd. Hins vegar hefur rannsókn á þessu sviði, það hafa verið ótrúlega í raun og veru fáar, finnst mér allavega, og mikið af þessum rannsóknum sem er til núna hefur birst bara algjörlega á síðustu árum. Þetta er bara algjörlega að springa út sem þekking og það er langmest af gögnum í sambandi við brjóstakrabbamein og fyrsta spurningin er þá, eins og við vorum með áðan, hefur hreyfingin sem slík fyrirbyggjandi áhrif þar segja fyrir tilurð krabbameina og eins og þú sá ég taldi upp margar stóra sjúkdóma sem regluleg hreyfing hefur fyrirbyggjandi áhrif. Það er talsvert til að rannsóknum á þessu sviði og ég vil samt undirstrika það í þessar umræðum minni hreyfingu krabbameina. Það er mjög margt ennþá sem er kannski ekki ennþá alveg klappað í stein og ekki ennþá alveg á hreinu en það hefur samt verið sýnt fram á það að regluleg hreyfing, eða konur sem stundar hreyfingur skulum segja, það minnka áhættuna á brjóstakrabbamein og við erum alltaf að horfa á þetta eins og ég undirstrika, við erum alltaf að horfa á hópa, þetta er fullt af konum sem hreyfa sér reglulega sem fá brjóstakrabbamein, skiljiði, en við erum alltaf að horfa á hópa, þessar konur sem ekki hreyfa sér neitt og aðra konur sem hreyfa sig, þannig að þær sem ekki hreyfa sér neitt, það er fleiri í þeim hóp fá brjóstakrabbamein, þetta er alltaf fullt af konur sem hreyfa sér reglulega sem fá samt brjóstakrabbamein, en þetta skiptir að því að virðist tölvöld miklu máli en þetta gildir líka ristilkrabbamein. Konur og karlar sem stundar hreyfingu fá síður ristilkrabbamein. Það vantar fullt af upplýsingum önnur krabbamein. Þetta eru algeng krabbamein og bara vegna þess hvað eru algengar þá er einfaldar að fá niðurstöður þetta. Varðandi hreyfingu meðferð í krabbameinum að þá er það fyrsta spurningin, er meðferðin örugg? Og það er það sama sem við gerum við alla aðra meðferð í læknisfræði, við viljum vita hvort að meðferðin er örugg. Og hérna voru ágættir menn sem birtu grein fyrir 2 árum síðan sem við farið yfir rannsóknir á þessu sviði og niðurstaðan er svo að þetta er örugg meðferð. Hreyfing sem hluti af krabbameinsmeðferð er örugg meðferð. Ég undirstrika það sem hluti af krabbameinsmeðferð. Það bætir lífsgæði, eins og segja það, minni þreyta, meiri hreyfifærni. Já, svo er þessi þáttur hér sem eru þetta líka þá aðalspurningi kannski, hugsanlega, er hvaða áhrif hefur regluleg hreyfing á árangur við meðferðinni og það er algjörlega ný samantekt á það sem að menn hafa tekið saman rannsóknir sem eru gerða á þessu sviði og eins og gerist í svona þetta talsvert mikið stundað í læknisfræði og læknisfræði tímaritum að vísir menn, skulum við segja, taka sér til og fara yfir þekkinguna og taka saman þekkinguna, þær rannsóknir sem hafa verið gerðar og safna sama þekkingu eitt stóran pott og matreiða það fyrir
fyrir lækna og aðra sem vilja lesa. Og þannig pottur var búinn til þarna og birtist þarna í vor. Talsveit af rannsóknum á þessu sviði að þeirra mati 45 sem að uppfylltu þær gæðakröfur sem að þeir setja upp og flestar snerta brjóstakrabbamein og það er þá verið að skoða áhrif á dánartíðnina en líka verið að skoða áhrif á ýmis ónæmiskerfi skulum við segja og ýmsa svona æxlismerki sem kannski kannist við það. Það er vel að fylgjast með ýmsum þáttum sem að snerta krabbamein. Varðandi brjóstakrabbameinið þá eru niðurstöðurnar ekki samhljóma alveg og það má segja að til að aðeins að útskýra þetta fyrir ykkur og undirstrika það að þekkingin er ekki alveg bótt þetta á þessu. Þarna eru flestar af þessum rannsóknum eru þannig tilkomnar alveg eins og áðan í rannsóknum sem ég sýndi ykkur með stöpplaritunum. Það er stór hópur af fólki sem verður að fylgja eftir langan tíma og fylgjast með heilsu og dánartíðni og þessar rannsóknir eru ekki endilega settar upp beinlínis til að skoða þetta krabbamein eða einhver krabbamein, heldur bara að vera að fylgja bara eftir til langs tíma. En á sama tíma í öllum svona rannsóknum er lagt einhvers konar mat á hreyfinguna, annarkvort það sem sjúklingum er lýst sjálfur að hreyfi sig eða það er mælt þetta sem við köllum þol eða fitness. Þannig að, og svo er þetta allt saman sett saman og það eru aðeins mismunandi uppsettar þannig að þetta er pínlítill hrærigrautur, satt segja, til að draga mjög ákveðin álöfðin, enga síður. Þó að niðurstöðurnar sé ekki samhljóma þá og það sem ég vissi annmarkar á rannsóknum sem slíkum og svona samhljómi rannsóknarna að þá eru vísbendingar það allavega að þjálfun eða regluleg hreyfing reyndar bæði fyrir og eftir greiningu á brjóstakrabbameini sé tengt lækkun á dánartíðni og það virðist vera skammtaháð einhver leyti. Það sé að því meiri hreyfing því meiri áhrif á dánartíðni. Þetta er 6 rannsóknir á ristilkrabbameini. Ég sagði áðan að þeir sem hreyfðu sig þeir minni líkur á að fá ristilkrabbamein en það hreyfingin fyrir greiningu virðist ekki hafa áhrif á dánartíðnina sem slíka. En heildarniðurstaðan þó að það sé eins hér að það eru aðeins mismunandi niðurstöður þá er heildarniðurstaðan svo að þjálfun eða regluleg hreyfing eftir greiningu sé tengt lækkun á dánartíðni. Það er í gangi hérna mjög spennandi rannsókn í Kanada minnum mig það sem minnir að skoða sérstaklega það sem er rannsóknir sérstaklega sett upp til að skoða þetta. Það verður mjög spennandi að fylgjast með því. Það er bara til einn rannsókn á blöðruhálskirtilkrabbamein. Þið sjáu þetta eru svona stóri sjúkdómar sem við erum að glíma við í samfélaginu. Samt er ekki meira til af rannsóknum en þetta á þessu meðferðarformi. En þarna var þetta líka samband þjálfun og regluleg hreyfing, tengt lækkun á dánartíðni, því meiri hreyfing, því meiri áhrif á dánartíðnina. Ekki áhrif þarna á eggjastokkakrabbamein. Þetta eru miklu minni rannsóknir auðvitað, sjúkdómur er miklu fátíðari. Þessi æxlismerki er ekki eða miklum tími það en þar er mjög margt einfallega óljóst og ekki hægt að draga miklu ályktanir út frá því en það er mjög spennandi svona rannsóknarsvið. Ef maður, nú það sem ég var að tala um áðan, það var þá dánartíðni í brjóstakrabbameini og ristilkrabbameini, það var þá dánartíðni af völdum þessara sjúkdóma, hún lækkar. En svo er líka mjög áhugavert að skoða bara áhrifin á heildardánartíðnina, fólk sem er með krabbamein, fólk sem er með krabbamein líkur á öðrum hlutum.
það einfaldlega í samræmi við aðra rannsóknir á hreyfingu að þessar rannsóknir sem til eru þarna það benda til þess að það hreyfingin, allan þessum rannsóknum sem eru gerða hingað til, þá minnkar að heildardánatíðnin, ekki bara eins og í brjóstakrabbameini og ristilkrabbameini og blöðruhálskirtilkrabbameini, það lækkar dánatíðnina af völdum krabbameinsins en líka sem heildardánatíðnina. Það eru, eins og ég er kannski búinn að undirstrika hér, það eru ýmsir annmarkar á þessu öllu saman. Það er mjög mismunandi hvernig þetta er metið með hreyfingu og þol í þessum rannsóknum, þannig að það er ekki svona samræmi, það er mismunandi mat. Það vantar mjög mikið upplýsingar sko, hvernig þessi hreyfingu hefur verið, skammtastærðin og ákæðin sem við erum dálítið uppteknir af í hreyfiseðlinum. Og það vantar að sé leiðrétt, það eru ýmsir aðrir þættir sem geta spilað inn í og skekkt niðurstöðuna. Það vantar það í mörgum þessum rannsóknum, það vantar undirflokka sem er náttúrulega mjög áhugavert að skoða undirflokka eins og við getum ímyndað ykkur hvort það er þetta eða hitt stíð að ristilkrabbameini eða hvort það er meinvörp eða ekki meinvörp og svo framvegis. Þarna vantar algjörlega upplýsingar þetta allt saman. Þannig að það eru mjög margir annmarkar á þessum gögnum sem við höfum og það er engin gögn börn og unglinga. Það er líka hugsanlega einhverjir sérstakir hópar sem að ekki þola þessa meðferð þó að í heildina hafi öryggi verið er öryggi gott. Það eru í núna held ég 100 rannsóknir í gangi í heiminum, eitthvað það bil, sem eru óbirtar og munu væntanlega færa okkur heilmikla aukna þekking á þessu sviði á næstu misserum og árum. Já, það er rannsaka eitt á tími líðun hjá okkur. Sem sagt, í samanlegt þá er sem sagt reglur hreyfinga þjálfun sem hluta krabbameinsmeðferð, hún er sem sagt örugg, hún bætir andlega og líkamlega líðan. Þetta er alveg sólklárt í mínum huga. Hún allan að virðist minnka dánatíðni í vissum tegundum krabbameins, eins og brjóstakrabbamein, ristilkrabbamein. Hún lækkar enda heildardánatíðnina alls staðar, en það vantar ennþá mjög mikið af þekkingu inn í þennan pott. En ég held samt sko að við séum á þeim, mín skoðun allan svo, við séum á þess stað að jafnvel þó að vanti mikla þekkingu, að þá er áhrifin á meðferðinu örugg og áhrifin á líðan og þreytu og ógleði og svona, sé það mikilvægur þáttur að það sé nauðsynlegt að skoða það, setja regluhreyfingu eða þjálfun sem taka upp hluta hreyfingu við krabbameini. Nú stjórna ég því ekki, ég er ekki krabbameinslækningar, en þetta er allan svo áleitin sem ég dreg af því að fara yfir þá þekkingu sem til er í dag, en það vantar okkur eins og ég segi mikið af viðbótar þekkingu ýmislegt sem tengist þessari meðferð sem hluta af krabbameinsmeðferð. Svo með ég geta hvað þetta fjall er hérna. Nei, en það er líka langt vatn, það er rétt. Jó, þetta er einlega á, sko. Nei. Ok, þetta er austur á Héraði. Það er einkennisfjall á Héraði sem heitir Höttur sem að Íþróttafélagið er skýrt eftir. En þetta var nú aukað út úr. Já, ég segi það. Nei, þetta er ekki Snæfell hinn áttina. Þetta er út á Vatnsskarði, þannig út á áttina að Borgarfjörð eystra. Já. Já.
útskjáður að áhrif lýðheilsuaðgerða á áróður og svo framvegis, hún hefur haft áhrif á það að það eru fleiri sem eru að hreyfa sig. Ég myndi giska á það og ég held að það sé rétt að þetta hefur verið mælt sko, ég kann reyndar ekki þær tölur sko, en enga síður eins og kakan sem ég sýndi áðan, að þá er það, og ég hef ekki ástæðu til að halda við sem öðruvísi heldur en aðrar Evrópuþjóðir, ég veit það reyndar ekki, ég er ekki með það tölur á reiðum höndum, á endanum er það tiltölulega lítill hluti af samfélaginu í vestrænu samfélagi sem er að hreyfa sig fullnægjandi eins og við kallum og mjög margir sem eru í ófullnægjandi hreyfingu. Hvort það er hægt að mæla áhrif þessar aukningar sem er væntanlega orðið á, ég skal ekki segja það, en við höfum auðvitað, til að mynda hefur tíðni hjartasjúkdóma breyst mjög mikið á síðustu árum og áratugum, það vitum við, en það er væntanlega mjög margir þættir sem spila inn í það. Meðhöndlun á blóðþrýstingi, kólesteróli, betri tækni við þegar fólk veikist og svo framvegis, en hreyfingin kann að vera einhver þáttur. Já, það er mjög flókið að mæla vegna þess að það er svo margir þættir sem spila inn í heilsunni. Já, má ekki gleyma því heldur, akkurat. Kannski aðalatriði. Þú varst með aðra, var ekki? Ég, svona vikulega þá næ ég ekki þessu, ekki á veturnar, en á sumrin næ ég því mjög, sko. Þessi 2,5 tími, ég fer í líkamsrækt og labba svona þessi, ég næ því hugsanlega yfirleitt ekki, sko, en á sumrin næ ég auðvitað, sko. Það er bara einferð á Esjuna, þá ertu komin langt upp. Það er talað 2,5 tíma á viku og það eru almennu viðmið. Já, það er þess vegna. Jú, það er örugglega miklu betra heilsufarslega að gera það oftar. En ef þú ferð hverju viku, 2,5 tíma, þá heldur þú alveg örugglega uppi sko þoli. Þetta er spurning um það viðhalda þoli eða fitness á ensku. Þannig að þú getur gert það með því að fara einu sinni í viku, ef þú ferð á Esjunni einu sinni í viku, þá get ég alveg vitnað um það, þú heldur þig góðu þoli þannig. Þú ert ekki sérstaklega að tala um krabbamein, heldur bara almennt. Já, þetta hefur finnst verið skoðið. Krabbamein sem við komum, það er skýrt að eykur lífsgæðin mælt með þessum lífsgæðakörfum. Ég kann ekki að fara með það. Við vitum af sko úr endurhæfingun allavega að fólk sem fer í endurhæfingu þar sem að það eykur lífsgæði sín mjög mikið. Fólk sem er með þessa króníska erfiða sjúkdóma, þunglynd og kvíða, langulegan lúnateppu, hjartasjúkdóma, offitu og svo framvegis. Lífsgæðakvarðanir þeir rúka upp þar. Þetta er örugglega til, ég hef það ekki á reiðum höndum.